Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömm af próteini og engum viðbættum sykri. Komið sæl aftur og velkomin í þennan föstudagsþátt. Hann bleikur eins og áður. Það eiginlega engum blöðum það að fletta að stuðningshópar skipta mjög miklu máli og ekki síst þegar fólk hefur greinst með krabbamein. Einn slíkur heitir Sigurboginn og hér á Akureyri. Sigrid, þú startaðir þessum hóp á sínum tíma 2017. Hvers vegna? Við vorum þannig 10 konur í námskeiði hjá Krabbameinsfélaginu sem hét Út í lífið. Vorum þannig saman einu sinni í viku í 10 vikur og við okkur fannst bara gott að vera saman og það var komin hugmynd að stofna hóp og við fengum að nota þetta fallega nafn. Já. Síðan þegar við enduðum þá fórum við nú saman út að borða og þá fannst okkur svo alveg nauðsynlegt að hittast. Það var svona góður kjarni. Og höfum hist nánast einu sinni í mánuði. Frá þetta var 2017, haustið. Hvað það akkurat í þessari, það samkennd eða upplifun af því sama? Hvað það sem myndar svona sterkan kjarna? Þetta samkennd og svo bara, við erum náttúrulega búin að ganga í gegnum svipað þó að sé ekki eins. Bara gott að vera saman. Það oft mjög gaman hjá okkur. Já. Við erum ekkert alltaf að tala eitthvað dapurt. Nei. En þetta bara, þetta mjög góður stuðningur og við svona höldum utan okkur aðra. Bæði í gleði og sorg. Já. Og þetta kannski undirstrikar akkurat slagorðið, ég má segja núna þennan október. Algjörlega. Þú ert aldrei ein. Nei. Og það kannski sú tilfinning sem best af öllum. Já. Að maður finnur maður sig ekki ein. Hvernig upplifðir þú þegar þú komst inn í þennan hóp? Þú varst ekki ein af stofnfélögum? Nei, ég kem inn í hann fyrir sirka ári og ég þakka ennþá dag í dag fyrir það að fá að vera hluti af þessum hóp. Hann hefur gert rosalega mikið fyrir mig. Förum aðeins í það. Hvað gerir svona hópur fyrir? Sko, ég náttúrulega greinist aftur núna í vor. Þá greinist ég aftur með krabbamein. Og þegar ég mitt ræddi þetta við þær, mér fannst þær einhvern veginn bara að vefja mig svona öryggisneti og eiga þær að. Þær eru alltaf tilbúin til að hlusta, maður þarf að láta dæluna ganga og maður á þarna axlir að til að gráta og svo bara þessi faðmlög og þessi hlýja og það einhvern veginn svo óbúslega mikil væntumþykja og virðing í þessum hóp. Ég var ekki búin að hitta þær í mörg skipti þegar mér var farin að þykja alveg óbúslega vænt þær allar. Og það einhvern veginn svo dásamlegt. En þetta nú fallegt nafn á þessum hóp, Sigurboginn. Hvernig kom það eiginlega til? Já, við ákváðum að nota þetta nafn. Við fengum að sjá þessa mynd hjá einni sem var með okkur hann í byrjun. Því miður hún fallin frá. Og þetta var bara Sigurboginn þarna. Já. Á þessari mynd. Já. En þetta ekki lokaður hópur, það? Er pláss fyrir nýjar konur? Örugglega, ef einhverjir hafa áhuga að vera með okkur, sko. Þetta bara mjög notalegt og gaman þegar við erum að hittast. Vitið þið fleiri hópa sem að hittast, heldur en ykkar hóp? Nei, en það náttúrulega eitthvað svona hópastarf upp í Krabbameinsfélagi. Já. Það náttúrulega saumahópur þarna og það búið að stofna leshóp. Leshóp, ég fór einmitt í hérna leshóp. Já. Þannig að það ótrúlega margt að vera upp í Krabbameinsfélagi. Því að það myndast auðvitað miklu meiri tími þegar maður að berjast í þetta og það en ég nú svo heppin að ég nú komin út í vinnu aftur. Þú ert komin út í vinnu. Svo ég hef alltaf tíma til að sinna þessu alltaf. Já, það alveg þannig hjá þér. En akkurat að meðan að þið stendur þá þetta kannski alveg rosalega gott, sko. Og því að þessi tími sem maður hefur til þess að velta þessu fyrir sér, hann ekkert alltaf góður í einverunni. Og kannski bara alls ekki góður. Já. En hvað oft dregur maður sig tilbaka, hvernig þetta hvetja fólk til þess að hafa samband og koma? Þið með einhver ráð af því að þið hafi verið þarna báðar í því að ekkert erfitt að taka fyrsta skrefið? Jú, mér fannst það mjög erfitt þegar ég fór fyrst. Ég fór bara ein, þarna var eitthvað opið hús fyrir nýgreinda. Já.
Og ég þurfti að telja mikinn kjark í mig Já. og fór, en ég sé aldrei eftir því. Nei. Það er búið að gera mér mjög gott. Já. Og er það sama með þig? Já, ég fór einarni í fyrsta skipti og ég sneri við hurðina og fór aftur út í bíl og reyndi svo aftur, en já, þau eru mjög þung skrefin í fyrsta skipti. Hvað er það sem að maður er hræddur við? Hvaða hugsun fer í gegnum? Ég held að sé oft, þú veist, maður á ekkert erindi þarna, maður er örugglega ekki nógu veikur eða, þú veist, maður er örugglega truflaður eða, ég veit ekki, það fór alls konar í gegnum höfuðið á mér, sko. Já. En þetta er svona, ég er alveg með annan fótinn þarna núna, sko, mér líður rosa vel þarna. Hvað hittist þið? Er það sérst einu sinni í mánuði eða oftar? Við hittumst cirka einu sinni í mánuði svona, þá höfum við erum með hóp sem við bara ákveðum að, það er einn sem stjórnar alltaf hittingunum, það er mjög góð, hún Védís, hún er alveg svona pottun og pannan í tölvusamskiptunum. Já. Það er mjög gott. Já, það nú. Og svo meldum við okkur bara, hvert við getum komið eða. Já. Þannig ég ímynda mér þetta sé svolítið inn á Facebook eða hvað? Já, þetta er það. Yndislegt að fá ykkur. Ég ætla reyndar að biðja þig, Magni, að vera aðeins lengur og þakka þér fyrir að koma. Við fáum konu í sófann hérna aðra sem að þið kemur í ljós á eftir, þið er nú ýmislegt sameiginlegt. En við ætlum að fá hann herra Hnetusmjör til þess að taka lagi fyrir okkur. Við erum nefnilega að hita upp fyrir fiskidagstónleikana N4 er að sýna þá í heild sinni núna fyrsta vetradag, 27. október og við ætlum að fá smá smjörþef. Er það ekki ágætt að tala herra Hnetusmjör og smjörþef af fiskidagstónleikum? Herra Hnetusmjör! Kópir í dót, út á dópir í dót, nei það ertu nölu saumingi. Þú gúmmítassa, komið mitt í gúmmítreyjum, út á vegi borða ananas í stílu sneiðum. Sjúkuleikur kendi sjálfur mér á, ég bátt að spáta mánaðari. Kastu vekkju þettu sem púlað upp í þessu, verð að gera það að verkum einhver hvernig bestu. Lífið í sjóður og tvö fokkin enga leifi, veit að ég er ekki þögg eins og gengi. Segja herra sé ekki nógu mikið listamær, finnum mikið hlutasæti á einhverjum listamær. Allir flottir á milli gönnum en gæti ekki borga tóttin á mínum gönnum. Herra! Herra! Sýnir þeim, hörku helginni tók milu heim. Ég er dánum og þú er geim. Ég ætla að koma í negin. Cornelianin er komin og herra garðinu. Þeir botna ekkert í neinu sem herra talar Herði við sjó og ég